árinu 2000 og til 2004 þá bjuggum við á 5 mismunandi stöðum. Þangað til við fengum útleita íbúð frá félagsbústöðum sem að ég beið í 3 ár. Ég leigði af félagsbústöðum og vildi fá milliflutning og það tók mig 6 ár. Ég komst að lista hjá félagsbústöðum 2007 eftir einhver 5 ára lista. Þegar ég var búin að ýta þá fekk ég nóg og gekk á fund félagsmálaráðherra. Það hjálpaði ekki neitt. Ég beið í 5 ári viðbót, samtals 10 ár eftir að komast inn í öruggt húsnæði hjá félagsbústöðum. Þessi mikla bið eftir félagslegu húsnæði, hún er náttúrulega allt of löng og fólk á ekki að þurfa að bíða í mörg ár. Eitt af skilyrðum til þess að fá nógu mörg stig til að komast á listu til félagsbústöðum er að glíma við andlega erfiðleika. Þessi andlegu erfiðleikar skapast á þessum tíma sem þú ert að bíða. Ég hafði 6 félagsráðgjafa á 6 árum. Einn af þessum félagsráðgjafum, hún hringdi í mig og sagði, ég kom í hús handa þér, ég kom í íbúð handa þér. Já, frábært. Og svo kom í ljós að það var íbúðin beint á móti mér á sama stigagangi. Staðan hefur eiginlega bara verið eins í voðalega langan tíma. Það er alltaf mörg 100 manns á biðlista og ég meina, af hverju er það? Fólk sem sækir félagslegt húsnæði er náttúrulega í neyð. Það þarf að byrgja brunninn áður en barnið dettur oní og það þarf að byggja fleiri íbúðir sem að geta verið í eigu leigufélags í almanna eigu. Punktur.